Hej og velkomin. Ég hef svo margar sögur að segja. Já, í dag vaknaði ég með þakklætið og þakkaði fyrir daginn í dag og ég var einhvern veginn svona alveg bara þessi dagur, hann verður góður. Ég er búinn að svona tileinka mér bara núna algjörlega sko bara æðruleysið. Það er bara æðruleysi númer 1, 2 og 3 og bara fyrirgefa fólki og reyna að hringja í fólk sem ég er að fyrirgefa. Svona bara, og helst eiginlega að hitta. En stundum er það bara erfitt en samt, þetta gengur allt mjög vel. Ég er mjög bjartsýnn og ég er mjög svona, já, bara relaxing sko. Ég er svona bara eins og bara hlusta á hafið og bara heppinn hvað lífið hefur upp á að bjóða og bara lifa í núinu og allt þetta. Og þetta COVID-dæmi, þú veist, maður er búinn að læra svo mikið sko bara hversu lífið er dýrmætt. Þú veist, maður er svo bara, þú veist, maður er svo bara, það líka ég sé bara sokkin ofan í sófan sko, mér líður þannig sko. Og bara, þú veist, maður er svona, einhvern veginn svona, vá, bara, þú veist, afslappaður, ekkert svona stress eða neitt, eða hlaupa eða bara svona, þú veist, bara, já, mér langaði svo að tala bara, þú veist, bara lífið, hvað það er dýrmætt hjá okkur öllum, sko. Og ekki hlutir, ekki, þú veist, maður á bara að gera það sem maður á að gera, maður á ekkert að sjá eftir, og ég hefði átt að gera þetta eða þetta. Maður á bara að lifa akkúrat í núinu og njóta útsýnið og bara vera með fólki, vera með jákvæðu fólki. Maður er búinn að ég vá, þú veist, ég elska podcastið sjálfi, bara svo vitir að ég er orðinn heilaþveginn þegar ég hlustaði á sálfræðinginn, hann Jóhann Kristinsson minni mig. Og ég er svo gleymin samtlig nöfn. En hann talaði akkurat þetta. Nei, þetta var frá Snorra, já. Snorra Björns sjó. Hann 73, þáttur 73, minni mig. Og ég er alveg bara heltekinn af sem podcast þáttum og ég sem ætla að reyna, en ég held að það sé bara flott bara að þeir séu með. Þeir eru góðir og flinkir að finna fólk og maður bara þakklátur að geta hort á þætti á YouTube sko. Ég bara elska YouTube. Ég er náttúrulega bara, þú veist, bara sko, vá. Ok, í fyrsta lagi þá er mjög gott að fara að ramma svolítið lífið og svona ramma svona fram á við og samt í núundund, eða þú veist, og hvað maður
svona markmið, hvað viltu gera? Eins og núna staðan hjá mér, þá ætla ég að njóta og bara vinna geðveikt í sjálfum mér og vera með æðruleysið og vera bara þakklátur, alveg bara, ok, ég er á lífi, ég svona, þú veist, ég passa mig rosalega mikið að vera ekkert að fara út, sko, þú veist, ég tek það mjög svona alvarlega og já, bara svona reyna að hugsa meira svona heilsuna og svona reyna að grenna mig og allt þetta. Þetta svona eiginlega efsta baugi hjá mér þessa dagana og verður það örugglega út árið, sko. Þú veist, ég svona þarf eiginlega svona langan svona healing, svona vinna svolítið í sjálfu mér, sko, út af því að ég hef ekkert unnið í sjálfu mér, sko, samt áföll og allt þetta, þú veist, ég hef alltaf bara drifið mig áfram og drifið mig, ég held ég bara hafi svona, já, maður er svona farin að átta sig á hlutunum, svona, maður þarf ekki að hlaupa, maður þarf að staldra við, skoða og njóta útsýnið. Það er alveg, góður punktur, sko, og svo er ég náttúrulega með kaninu mína, hann Presley. Hann vill bara ekki láta halda mikið á sér, þannig að ég virði það. Maður virðir hvað hann er kanina, hann er ekki hundur eða köttur eða hann vill bara fá að vera róta í sínu drasli og hann er inni. Og já, bara mér langar svo að segja það. Svo er bara svo þægilegt einhvern veginn, sko, fyrir ykkur sem eru heima bara og hafi ekkert að gera og bara leiðist og svona, þá er rosalega gott að leggjast niður bara upp í rúm og láta til dæmis svona sjávarhljóð og hugleiða. Þetta gerir ég svolítið og ég gerir þetta svolítið. Þetta er svona, þetta fær maður svona dett út og þú veist, heilinn fer svolítið í burtu og maður svona dettur svona aðeins út og svona verður svolítið svona endur nærður. Þess vegna langaði mig bara að segja ykkur að við þurfum eiginlega að líka að rétta upp hönd, sko, ef einhverjum líður illa, út af því að það er rosalega mikið af fólki sem er að glíma við þunglyndi, þetta og er ekkert búin að vinna í sér og er hrætt við COVID og bara búin að missa vinnuna og bara alls konar. Að bara rétt upp höndina, aðstoð, bara segja hæ og tala og hlusta. Það er rosalega gott, bara, þú veist, að vera svolítið vakandi að, þú veist, næsta nágranni getur verið, kannski, þú veist, ég veit ekkert hvað er gerast þar, fattar. Það getur verið, þú veist, slagsmál eða það getur verið andlegt ofbeldi, það getur verið svo ýmislegt, þú veist. Bara við þurfum öll að vera vakandi og góð við hvort annað og bara vera bara svona kærleiksrík. Við þurfum að vera svolítið meira kærleiksrík og hætta að skrifa svona ljótt á kommentakerfið
og ég skil, þetta svona einhvers konar árátta, þetta svona, já, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því. En já, mér finnst að við eigum að taka okkur saman og vera góð við hvort annað og elska hvort annað og vera svolítið samferða og takast svolítið við þetta saman og bara relax, njótið, einn dagur í einu, við lifum bara í dag og bara, já, lífið frábært og reynum að hafa markmið og hvað viljum við og allt þetta, þú veist. Ég ætla til dæmis að fara að reyna að æfa mig á þennan gítar og bara, já, komin á eitthvað nýtt, prófa eitthvað nýtt, það bara geggjað og við sjáumst.